og annar þáttur, franska byltingin. Árið 1789 voru heimspekingarnir Voltaire og Rousseau búnir að grafa undan helgi konungdómsins, þó bara enn lítið á þeim hugmyndum sem áttu eftir að blossa upp í Frakklandi. Bakið á mér. Maðurinn bandóður. Hægar. Hot! Hraðar, hot! Frelsi. Öldum saman merkti það orð forréttindi í hugum Frakka. Við forréttindum mátti ekki blaka. Jafnrétti. Fáum árum áður hafði þingið í París lagst gegn jafnri skattlagningu. Slíkt væri ótækt og gæti annars leitt til glundroða. Bræðralag. Sér hver þjóðfélagsstétt fyrirleit þá sem lægra voru settir og nutu færri forréttinda. Neðst í þjóðfélagsstiganum var blásnauð alþýða manna. Hraðar! Stans! Mikið það var Nú getum við hvílt okkur. Þessi ferðalög eru þreytandi. Maður verður svo þreyttur. Hamingjan sanna. Þú borðar ekkert. Nei, sam og þegið. Má ég fá súpuna? Tja, hvað Nei, þetta með ólíkindum. Taskan mín loksins. Þá get ég borðað. Sem lýðkjörinn fulltrúi bið ég svolítið kaffi, já. Það er áliðið, í háttinn, já. Svona, já. Já, svona og svona. Ef ræningjar voga sér hingað verður tekið á móti þeim, Já, Já. Bíðið bara. Svona, hafið þetta. Við björgum þessu. Svona, þetta hlýtur að duga. Ég gleymdi ferðafélagunum, já. Góða nótt. Ótrúlegt, þetta er heilt her. Jæja. Hvað gerum við nú? Hvað gerum við nú? Það bað hefur nú aldrei gert neinum mein. Óps, Finnst ykkur ekki gaman? Blotna svolítið. Ferðamenn til Parísar, tilbúnir til brottfarar. Hestarnir eru tilbúnir. Svona, flýtið ykkur. Hvað er þetta? Ferðamenn eru býsna margir, en þröngt mega sáttir sitja. Varlega. Ekki ryðjast. Engan ruðning. Ekki ryðjast. Ég er að reyna að komast fyrir. Lúðvík 16. varð að játa vanmátt sinn gagnvart efnahagskreppunni. Gjaldþrot var yfirvofandi. Hann kallaði saman þingið þann 5. maí 1789. Það hafði ekki komið saman í 175 ár. Þingmenn komu hvaðanæva af landinu til höfuðborgarinnar. Komdu, blessaðu Fróði. Þann 12. júlí 1789 safnaði konungur liði við París. Hann rak Necker og sú saga gekk að nú skildu föðurlandsvinir drepnir. Kurr var í mönnum. Konungur safnar liði, nú stefnir allt í fjöldamorð. Við verðum að grípa til vopna. Grípum til vopna. Til vopna. Nú, þetta er nú svart maður. Nú var nóg komið. Alþýðan verður að verja sig. Grípum til vopna. Grípum til vopna. Grípum til vopna.
Opnið! Opnið! Við viljum nekkar. Við viljum nekkar! Við viljum brauð! Ég verð að fá brauð fyrir börnum mín! Brauð! Þetta áttur að fara illa. Ó, heyrið mig. Hér eiga vinur okkar heima. Heimsæki þá. Já. Ég næði ekki! Hvað gengur á? Við ætlum að sjá þegar mamma mótmælir, komdu bara með! Hvað þetta? Frelsi! Við viljum brauð! Við viljum nekkar! Við viljum Frelsi! Já, borgarar, við viljum nekkar! Ef við fáum ekki brauð, þá náum við í það sjálf! Já, brjótum upp dyrnar. Brjótum þar upp! Bíðu, hægt sjáu þið. Hvað? Verðirnir standa með okkur! Húrra! Þið styðjið alþýðuna. Þið eru eins og við erum öll á sama báti! Húrra! Þið þurfið ekkert að óttast frá okkur. Húrra! Fyrir alþýðinni! Pjessi, getur þú sagt mér hvar pabbiðin er? Þeir voru víst kallaðir út í einhvern leiðangur. Leiðangur, líkast til einhverja krána. Ætli þeir endurgera ekki heiminn yfir rauðvínsglasi, ég mætti segja mér það. Þú stóðst þig fremur vel í dag. Ég þakka. En þér? Hvernig gekk þér á þinginu í dag, ha? Þá vel, Petra. Í dag er 20. júní og við komum saman í knattleiksalnum af því hermenn konungs höfðu lagt þingsalinn undir sig. Rýmið salinn. Konungur krefst þess. Við erum hér á vegum þjóðarinnar og förum ekki héðan. Nema vopnum verði beitt. Þetta sagði Mýru Buðu við hermenn konungs. Nú köllum við okkur þjóðþing. Við sömdum stjórnarskrá og nú borga menn ekki skatta nema þá sem við höfum samþykkt. Svo komum við okkur upp her. Komum upp her. Já, borgarlegum her. Á afsaki, við gripum til vopna og stormum til Bastillunar. Til Bastillunar! Petra, hvar ertu? Nei! Þetta er Bastillan. Hún brennur. Heyrðu, þeir eru að taka Bastilluna án mín. Áfram stelpur, sýnum þeim hvað við getum. Herðu upp hugan og fylgið mér. Niður með harðstjórna, frelsið lengi lifi. Komi nú, látum ekki deigan síga. Tógum í hurðina. Áfram mamma, áfram. Hurðin er fallin, áfram stelpur, áfram. Sigur. La 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 la. Hvað segirðu pabbi? Bastillan er fallin. Það er nú ekki mikið mál. Ég sé það, ég er alveg hissa. Daginn eftir. Svona, nú jöfnum við þetta við jörðu. Heyrðu borgari, ég skal sýna þér hvernig á að fara þessu. Svona. Svona, þetta gengur ekkert. Hvað stendur til? Nú, við erum að rífa. Niður með kúarana. Minjagripur úr Bastillunni. Við erum með minjagripi, lása á góðu verði, fallbyssukúlur á afborgunum og lítið ágæti smúrstein og fleira. Borgarar, kaupið merki, komið nær. Merki. Nei, andartak. Lítið á. Við viljum brauð, við verðum að fá brauð. Opnaðu. Niður með óvinni, alþýðunar, opnaðu. Við skulum fara Bjössi, komdu niður í ráðhús. Brauð. Hvílíkur mannfjöldi, ótrúlegt. Nú sestu á axlinn mér og segi mér hvað þú sérð. Já, Lafayette, yfirmaður varliðsins, afhendir konungi þrílitt merki. Framvegis urðu það fánalitir Frakklands. Aðfaranótt 4. ágúst afsöluðu menn sér dýrkeyptum forréttindum, ýmist af eldmóði eða af ótta við að missa aleiguna. Brauð.
brauð. Þegar menn tóku við sér, hófust hrossakaupin. Niður með kúarana. Þá þurfti að greina milli aflaðra forréttinda og þeirra sem gengu kaupum og sölum. Mál er að linni. Það er satt. Bakarinn lit hana frá brauð. Tökum það af henni, tökum það af henni. Nei. Tökum það. Þetta er handa börnunum mínum. Ég Komdu er með þetta, ábyrður. komdu með þetta. Handa börnunum mínum. Svo kom mannréttinda yfirlýsingin. Öllum var tryggt skoðana og málfrelsi, prentfrelsi, jafnrétti gagnvart sköttum og lögum, jafn aðgangur að opinberum stofnunum og ókeypis dómstólar. Þjóðin skyldi ráða. Hafði þá borgarinn engar skyldur? Hvernig væri að minnast á kvenfólkið? Eigum við bara að stytta borgunum stundir og skeina á krökkum? Eða standa í biðröðum í bakaríum? Við krefjumst kvenréttinda yfirlýsingar og það strax! Heyr, Já, heyr, húrra, vel mælt, heyr, heyr. Yfirmenn flæmska hersins hildu konunginn í versölum. Þeir tróðu fótum þrílit þjóðartáknin og neituðu að skála fyrir þjóðinni. Mál er að linni. Já, til Versala, til Versala. Til Versala, áfram. Til Versala. Við viljum brauð. 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 Komið með okkur til Versala að sækja brauð. Áfram. Áfram. Til Versala, allir til Versala. Áfram. Ykkur róið að fara heim, kempurnar mínar. Þetta er hveiti, við getum bakað brauð. Er þetta allt hveiti? Já, þetta er hveiti. Okkur er borgið, okkur er borgið. Við höfum hveiti og hér kemur bakarinn konan svo litli hjálpar kokkurinn. Það gleður mig að koma til höfuðstaðarins til að taka við virðingavotti borgarbúa. Ég undirritað Lúðvík 16. konungur Frakklands. Lifi konungurinn, Lifi drottningin, lifi konungurinn. Lifi konungurinn, lifi drottningin. Húrra, húrra. Var byltingunni þá lokið? Byltingunni hefði getað lokið þá. Ávinningurinn var töluverður, en konungur var ekki með á nótunum og flýði þann 20. júní 1791. Hann þekktist aftur í Varennes og var snúið við. Byltingunni er lokið, þjóðin getur tekið gleði sína á ný. Konungur hét því að heiðra stjórnarskrána eins og hann hafði gert árinu áður, en einhverju var áfátt. Konungurinn var búinn að hafa þjóðina að leiksoppi. Hvaða fjölmúla vílar þetta? Ég fekk hugmynd. Mér hefði mátt hugkvæmast þetta. Má ég reyna? Já, svona. Rólega. Áfram. Oj, þetta er gaman. Það er næri þjóðin gott. Gott. Hvernig hemlar maður? Með fótunum. Þetta er brennir mann. Vagninn, hjálpu mér. Varlega, vagninn. Ýmsir vindar blésu. Rætt var stríð. Við krefjum stríðs án tafar. Frakkar taki vopnin og fari leiftursnögt að landamærunum. Allir, hermenn, borgarar, allir með mér. Í stríð! Húrra! Stríðið er mesta pláan sem herjar á mannkyn og frelsi þess. Hverjum á að fela stjórnina? Líkast til þeim sem vilja fall ykkar. Er Robespierre hrættur við að missa vinnuna, ha?
Ég hef ekkert að vinna, engu að tapa. Í desember sama ár lést mikill snillingur í eymd og gleymsku. Það var Mozart. Fyrirtaksmálsverður, kæru vinir. Já. Var baðið ekki heldur kalt, Fróði? Jú, reyndar. Hér svo nýjasta uppfinningin mín. Hvað er þetta? Sjáðu nú, hnífur. Já, nú, jæja. Þannig, já, og, æ. Hvað er þetta? Þetta er ekki alveg nógu gott. Í apríl 1792 hefðu þeir betur sem álíta stríð væri lausn alls vanda. Lúðvík 16. studdi þá í vonum að þjóðin myndi leita til sín á ógæfutímum. Fjandmennirnir nálguðust höfuðborgina og konungur lagðist gegn því að 20.000 manna herliði yrði komið upp til að vernda borgina. Þá var kurr í mönnum. Svona, hægan, hvað á þetta ganga langt? Þér eruð falskur, herra minn, þér blekkið okkur, en gætið þið þar, nú er nóg komið, þjóðin er þreytt á þessum ljóta leik. Við látum ekki kú okkur. Þér sýnið innflytjendum, en ekki alþýðinni. Það er ekki satt. Ég ann þjóðinni og stjórnarskránni. Þjóðin lengi lifi. Skál fyrir þjóðinni. Hættuástandi var lýst yfir. Hermenn komu til borgarinnar, þar á meðal Marseille-búar, með nýtt lag. Konungdæmið féll á kosningum. Prússar nálguðust og hertoginn af Brunsvík gaf út ógnvekjandi yfirlýsingu fyrir áhrif Lúðvík 16. Menn reiddust og flykktust aftur til Toulouse-hallar. Þar varð blóðbað og septembervígin fylgdu í kjölfarið. Þá gerðist hið óvænta. Þjóðvarliðar gengu á móti Prússum og sigur vannst við Valmy. Dirfska, ekkert nema dirfska. Goethe var vitni að atburðunum. Hann sagði, herrar mínir, hér hefst nýtt skeið í sögu mannkins. Þið getið sagt, ég var þar. Borgarar, trúið mér, ég segi það satt. Eina færa leiðin er leið dygðarinnar. Nei, eina færa leiðin er leið skynseminnar. Þar er sannleikurinn. Þar með hófst umræðan. Hvort var betra, dygðin eða skynsemin? Lýðkjörið þingið kom saman daginn eftir sigurinn við Valmy. Þann 21. september var konungdómur lagður niður. Daginn eftir var lýðveldi stofnað. 1792 unnu franskir herir sigur á Prússum og Austurríkismönnum. Árið 1793 réði þingið örlögum konungs. Okkar er ekki að dæma hann, heldur veit honum mótstöðu. Hann lagðist gegn þjóðarvilja og beið ósigur. Ég krefst lífláts hans. Lúðvík 16. skal deyðast svo þjóðin megi lifa. Dauðadóm. Nei, Dauðadóm. Atkvæðin féllu jafnt. 360 kröfðust dauðadóms og 360 lögðust gegn honum. Þá kom að því að Fílip af Orleans greiddi atkvæði. Ég er sannfærður að óvinir þjóðarinnar verðskuldi dauða og greiði atkvæði með dauðadómi. Dauðadóm! Lúðvík 16. hlaut því dauðadóm og réði atkvæði frændans, hertogans af Orleans úrslitum. Guð sé með þér og sálu þinni. Við lofum réttlátan Guð sem skenkir okkur náðargjafir sínar og veitti okkur von með dauða sonar síns og upprísu hans. Megi hann ríkja aldir alda. Amen, amen, amen. Við höfum unnið þarft verk, borgarar. Höldum áfram og áfram og áfram. Höfuð fjúka og brátt koma útlendingar. Stjórnleysi, glundroði og framagósar og síðast en ekki síst Robespierre, sá maður. Endemis bullert í þér. Jæja, góða, það kemur í ljós. Þjóðin var sundruð, óvinirnir við landamærin, þingið sýndi hörku. Okkur vantar 100.000 höfuð til að tryggja byltinguna. Nú er nóg komið, gefið honum blóðglas til svölunar. Blóðglas. Þeir vilja hitta þig, það er áríðandi, líklega samsæri. Þú vildir fá nöfn. Já, en hvað? Þetta er hún. Þingið fyrirskipaði allsherjar kvaðningu. Hún myrti Marat. Líflát. Brátt lauk skipulegum styrjaldarrekstri atvinnuherja. Þjóðin öll átti í stríði. Nú fóru blóðugir tímar í hönd. Hvenær er búinn?
Ég líka. Og svo vantar brækur á hermennina. Hér er 1 poki. Borgarar, gefið lýðveldishernum skóna ykkar. Jó. Hjálpið okkur að búa herinn út. Jó. Af hverju er klukkan tekið niður? Við notum bronsið í fallbyssur. Sæll, Maximilian. Góðan dag. Robespierre tók við af Danton í stjórninni. Ógnarstjórnin stóð fyrir dyrum. Sjáðu, Pési, nú held ég að það gangi. Þjóðin þrífst aðeins á ótal mannslífum. Sá er brotlegur við lýðveldi sem hafnar ógnarstjórn. Ógnin er afsprengi dygðarinnar. Þegiðu, borgari Robespierre, þér væri nær að ganga fyrir björg. Út með kvennmanninn. Honum er hleypt í fallöksuna. Þær hljóta mig að standa í ræðustóli. Nema hvað? Börn þjóðarinnar munu hefna mín. Ógnarstjórnin hreiðraði sig. Frelsi, hve margir glæpir eru fremdir í þínu nafni. Andartak, herra Guð, liggur þér á. Ósköp er hann ófríður. Þegiðu, álásaðu mér ekki. Ég verð ekki ófríður lengi. Verst þykir mér að deyja 6 vikum á undan Robespierre, ha? Nú virkar þetta. Já. Ússus. Danton reyndist sannspár. Brátt snerust allir gegn Robespierre. Kæri Italien, þér eru síðasta von okkar. Líf okkar er ógnað. Teresa, ég bjarg ykkur. Hann samið Robespierre á stundinni. Hann hefur gert lýðveldinu nóg megin. Eyri minn nú. Ég kem brátt í hans stað. Nei, ég meinti ekki þennan stað. Með falli Robespierre og vina hans lauk ógnarstjórninni. Nýr dans komst í tísku í París. Það var valsinn. Yfir 600 dansleikir voru haldnir í París og voru sóttir af glæsimeyjum. Skilnaður var orðinn löglegur og komst líka í tísku. Heroín, kæra vina. Má ég kynna þið fyrir nýjasta manninum, borgaranum illuga. Þetta er Teresa vinkona mín. Til hamingju, þér það ekki Barras. Afsakið ónæði, herra. Hingað er komin sendiboði og segist eiga brýnt erindi við yður. Barras fékk boð uppreist konungssinna. Bonaparte litli var verkefnalaus og naut samkvæmnislífsins. Þetta er mjög viðkvæmt verkefni. Vonandi eru þeir þess verður. Með 40 fallbyssum gerði hinn ungi Napoleon Bonaparte að engu hinstu vonir konungssinna. Í París ríktu hungur og eymd. Verðbólga var mikil. Sjáu þau mér á veselum ríkisbubba, frú? Takk. Má ég kynna allara nýjasta eiginmann minn, borgaran Mörð? Brauðskammturinn féll niður í 60 grömm á dag. Þetta er óþolandi! Þetta gengur reynd ekki. Hvað tók þið þá að gera byltingu? Allt komið í sama farið. Hey! Fáum okkur brauð! Já, við rænum öllu brauðinu, öllu, brjótum húðu. Varliðarnir eru að koma. Já, nú var þörf á glöggum, æðrulausum stjórnanda til að kippa hlutunum í lag. Lítum nú í boð til frú Tallien. Hjónabandsælan var skammvinn en henni leist vel á Bonaparte. Og hún var þó fljótt þreytt á þeim framalausa hersöðingja en hann hafði þá fengið augastað á Jósefínu sem Barras var orðinn leiður á.
Bónaparte vill ólmur giftast henni, en hann var blásnauður. Jósefína var til, bara ef hershöfðingi gæti fengið dálítla stöðu. Barras var yfirmaður hersins, hann fól Bónaparte stjórn litla Ítalíu hersins, menn væntu einskis af honum hvort þið En senn dró til tíðinda. Nú upphófust aldarlangar deilur milli Evrópuþjóða. Löngu áður en fyrri heimsstyrjöldin hófst og með henni uppgangur stórveldana sagði Napóleon Bónaparte þessu fleygu orð. Ég dey frá 2 þursum sem enn í vöggu og munu þeir leita hefnda. Það eru Rússland og Bandaríkin.